tekist að laða fólk að sem að alla jafna myndi ekki sækja svona gjörningahátíðir en Jón og Gunnar út í bæ dressu þessu upp og komu. Ég held að alla sé búin að aðlæta fólk upp. Hér Hulda Vilhjálmsdóttir, sína. Þessi gjörningur sem að þið munu verða vitni að núna, hann tengist ritvélarborðinu, stafaborðinu á ritvélinni, þannig að þessi spjöld sem að flytjendur hafa eru samstöfur af þetta ritvélaborðinu.
bara mjög áhugavert. Ég var náttúrulega bara að koma til að fá mig kaffi á Siglufirði og kíkja á dagskrána, ég vissi ekki nákvæmlega hvað myndi vera. Nei. En það náttúrulega algjör forréttindi og einmitt fyrir svona ungu kynslóðan að fá að sjá allt þetta með Skjörning eftir Magnús Pálsson og eitthvað svona sem þú fattar kannski ekki núna hvað en átt að sjá þau kannski seinna. Og Öllu og svona. Já, nákvæmlega, mikil ósköp. It's very nice. I'm not surprised because I've been here before for this event, and yes, it's always interesting, always nice things happening, yes, and I think it's great. It's something that doesn't happen so much elsewhere. Well, it only works for me if other people like it, then I like it very much. Oh, that was nice. But actually, the audience were taking part. They were. The audience was taking part. Yes, they were taking part. That's my trick, to make them like it. Yeah, of course. I enjoyed it. I hadn't seen it before. I haven't really had anything to do with it, I thought it was an interesting mixture of different media and different people in it, and I can think I might suggest some things to change it. I don't know whether Magnus will listen to me, but I thought it was pretty enjoyable. Well, she will say she has nothing to do with it, but of course she has to suffer well. Well, that's true. Ég veit ekki hvort það segir eitthvað gjörningin að ég var farin að skrifa undir lokin meðvitað, hitt ég á stafina Uglabjarg. Þetta var svona grundvöllur málsins sem hann var að kjarni málsins. Við gátum setið saman og bara þagað þess vegna í marga klukkutíma og ég naut svo mikið góðs af því að vera þarna á staðnum og vera vinkona hennar, að geta verið í öllum þessum matarboðum og hitt allt þetta fólk og það var alveg ótrúlegt. En svona megin ástæðan fyrir því að ég fór út í Baltimore í síðustu viku var náttúrulega til þess að vera við jarðarförina og votta henni mína hinstu virðingu sem hún vissulega átti skili að svo miklu leyti. Og þá stóð kannski einhver herramaður að tala við fínlega frú á mottunni minni í andirinu hjá Dorothy. Þannig að þessum að mottan hefur einhvern veginn svo óbóðslega sögu að segja. Það er líklega notaði von og liti. Hér er ég einmitt með greiðu sem er nú kannski ekki, þetta er bara venjuleg svona plastgreiða og það er kannski ekkert endilega, manni finnst kannski ekkert endilega mikilvægt að geyma svona greiðu, en eins og með mottuna þá verður maður líka að hafa í huga hvar hefur greiðan verið. Og náttúrulega Dorothy er búin að hafa þessa greiðu í öll þessi ár og greiða sitt silfurlita hár sem hafði alveg niður í mitti með þessari einföldu og fallegu greiðu. Og það voru nú því miður engin hár af henni í greiðinu. Þetta var hún náttúrulega svo snirtilega og hún myndi aldrei skilja eftir hár í greiðinu sinni. Hérna á sínum eldri árum þá var hún nú orðin svona þétt var nú alltaf tágrönn hérna í gamla daga og svona ofsalega pen kona, en svo var hún búin að bæta á sig svona einhverju svona í gegnum tíðina. Og mér fannst þessi kjóll alveg dásamlegur þessum blúndum, þið sjáu þetta fyrir ykkur á sviði, er það ekki? Þetta er alveg svona sviðskjóll. Og hérna, þannig að ég ákvaða að halda honum og taka hann með. En hún hafði sem sagt þennan dverg alltaf á náttborðinu hjá sinni, þótti svo vænt um hana. Hann var sem sagt bara þar. Og ég hugsaði að þetta var það fyrsta sem hún sá þegar hún vaknaði á morgnana og þetta var það síðasta sem hún horfði á þegar hún fór að sofa á kvöldin. Og þannig að þetta hlýtur hafi verið mjög kært. Og þannig að ég ákvaða að þetta yrði hluti af minni tilveru og hef hugsað mér að hafa þetta náttúrulega hjá mér framvegis. Kannski bara breytist þetta allt svona þegar maður eldist. Allir sem eru alltaf í kringum hann og hverjum einasta degi, þeir náttúrulega deyja eins og gengur og gerist. Þannig að þegar maður er orðinn kannski 80,
6-7 ára og þá eru kannski bara allir farnir líka sem maður er vanur að hafa hjá sér. Það er kannski segir manni að það sé kannski svolítið mikilvægt að yngja upp vinahópinn. Maður eigi alltaf svona allan skala. Þannig að hérna, það er svo svaklega heitt. Þannig að svona fór þetta með þetta ferðalag og hingað er ég komin. Takk fyrir. Þetta var ekki. Þið eru rauðvín hérna. Takk. Þið eru góð í bili. Já, kannski aðeins. Þá. Já, þú ert svona duglegur. Já.